5. Hér fer fram úrslita viðureign Menntaskólans við Sund og Verslunarskóla Íslands. Umræðuefni kvöldsins er ritskoðun og meðmælendur eru Menntaskólinn við Sund og andmælendur eru Verslunarskóli Íslands. Sjálf heiti ég Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og verð fundarstjóri í kvöld. Ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði. Við ætlum að bjóða meðmælendur kvöldsins inn á svið. Það er Menntaskólinn við Sund. Sem ég sé, sjá alla sökkina. Og 1, 2, 1, 2, 3, go! MS, það er gott að vera hér. MS, ég vil aldrei fara burt frá þér. MS, á alltaf stað í hjarta mér. MS, ég mun aldrei gleyma þér. MS, það er gott að vera hér. MS, ég vil aldrei fara burt frá þér. MS, á alltaf stað í hjarta mér. MS, ég mun aldrei gleyma þér. Hleyp út úr kennslustund, loksins 5 mínútna pása. Eins gott ég losaði, því ég hljóp beint í fangið á mása. Ég hlamma mér í yfir, Gísli Stæ tekur tuðið fer. Alveg búinn að fá nóg, beila á síðustu 3 sól. En ég nenni ekki heim. Til í haug og FIFA game. Ég fer í fyrirtæti og er búinn að gleyma hvað ég heiti. MS, það er gott að vera hér. MS, ég vil aldrei fara burt frá þér. MS, á alltaf stað í hjarta mér. MS, ég mun aldrei gleyma þér. MS, það er gott að vera hér. MS, ég vil aldrei fara burt frá þér. MS, á alltaf stað í hjarta mér. MS, ég mun aldrei gleyma þér. Í Flóðavogi er höll sem rís lengst upp til himinn geyma. Mér þykir vænt ykkur öll. Í MS eigum við heima. MS, allar hendur upp í loft. MS, erum við til í lokadropp. MS, dansgólfið má aldrei verða stopp. MS, svalurinn stefnir á vatnsbátt. MS, það er gott að vera hér. MS, ég vil aldrei fara burt frá þér. MS, á alltaf stað í hjarta mér. MS, ég mun aldrei gleyma þér. MS, það er gott að vera hér. MS, ég vil aldrei fara burt frá þér. MS, á alltaf stað í hjarta mér. MS, ég mun aldrei gleyma þér. Jæja, nú ætla ég að fá hljóð í salnum. Verið hjartanlega velkomin, kæra MS-lið. Þá næst
er komið að því að bjóða andmælendur kvöldsins inn á svið. Það er Verslunarskóli Íslands. Stöndum upp og sætum og
open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. Lið Verslunarskóla Íslands, velkomið. Við ætlum að fara að vinda okkur í keppnina og ég ætla að fá hljóð í salnum til að fá að kynna hér mikilvæga aðra liðsmenn. Tímaverðir kvöldsins eru þær Sunna Björg Harðardóttir og Njála Rún Egilsdóttir. Dómarar kvöldsins hafa komið sér fyrir þarna aftast með sýnist þau í miklu stuði en þetta eru þau Lenja Rún Taha Karim, Embla Kristín Blöndal, Dagur Kárasson, Halldór Kári Þórhallsson og Odda dómari kvöldsins er Arnór Björnsson. Þessi tvö lið hér í kvöld hafa unnið allar sínar viðureignir fram að þessu og hvorugt liðana vill vera eins og ég að tapa á síðustu metrónum. Þannig að ég ætla að óska þeim góð skengis í kvöld. Okkur er ekkert að vanbúnaði en að fara að hefja þessa keppni og því vil ég bjóða liðsstjóra meðmælenda upp í pontu, Öglu Rut Egilsdóttur. Ok, róa sig. Ok, róum okkur smá. Ég ætla að róa mig smá, Áslaug var bara að segja nafnið mitt. En já, ég ætla bara að hafa þetta stutt og laggott og fá að kynna liðið mitt. Sem sagt, frummælandi meðmælanda er Ásgeir Máni Andrason. Meðmælandi meðmælanda er María Sól Jósefsdóttir.
og stuðningsmaður meðmælanda Vigga Elísabet Bjarnadóttir. Sjálf heiti ég Agla Rut Egilsdóttir og verð liðsstjóri. Takk fyrir mig. Þá bjóðum við næst liðsstjóra andmælanda upp í pontu Guðmund Kristinn Davíðsson. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og aðrir góðir gestir. Mejamó, Gumsarinn og ég, Est, liðstjórinn í ræðulegu Verslunarskóla Íslands. Áður en ég gef hinum fáutinum með liðinu mínu sviðsljósið, ætla ég að fá að segja fáein orð. Hlutverk liðstjóra ræðuliðs misskilið og vanmetið. Ekki bara ræði ég hvaða svör eru flutt, heldur held ég utanum og stýri liðinu í keppni. Það mætti því ég líka mér við eins konar pappa liðsins. Eða, ég læti allavega kalla mig það. Ég líka bara eiginlega kóngurinn í liðinu og sannlega ástæðin fyrir að við erum hérna í úrslitum. Ég meina, förum bara yfir þetta. Á dómblaði Morfís gilda ræður fjórfalt vægi, svör, fjórfalt vægi og málflutningur og geðþótti hafa saman fjórfalt vægi. Og það ég sem stjórna öllum svörun. Ég því ábyrgur fyrir einum þriðja af stigum liðsins og ætla að taka þetta saman. Ég basically fucking kóngurinn í þessu liði og ég ekkert eðlilega undirreit. Mér finnst líka mjög skemmtilegt að Áslaug Arnar sé fundarstjóri. Mér hefur alltaf fundist hún svo sæt og klár og með góða skoðanir. Ég vildi ég væri 10 ára eldri, eða ertu ekki annars 26 ára? Lítur alltaf út fyrir það. Herri, ok, já, ég var með eitthvað liðstjóraræði, herri, já, liðið mitt. Herri, ræðuleg Verslunarskóla Íslands í úrslitum Morfís 2025 svo skipað. Frummælandi Ísabel Dís Síhan. Meðmælandi Anna María Allavavi Sonde. Stuðningsmaður Andreas Kristinn Haraldsson. Svo hefur við líka liðsmenn út í sal. Það eru þau Dagur Thors. Óskar Breki Bjarkason. Sunna Björg Harðardóttir. Og Jónatan Örn Sverrisson. Ég vona að þið skemmtið ykkur vel. Viva la Verslun! Jæja, kæru gestir. Við ætlum að hefja leika. Eitt sem ég ætla að fá á hreinu merki oddadómara þegar dómarar hafa ráðið ráðum sínum eftir hverja ræðu.
Er þetta slökk á ljósinu eða er eitthvað svona moment? Já, þetta er flott. Við skiljum þetta. Ég býð þá upp í pontu frummælanda meðmælanda Ásgeir Mána Andrason. Fundastjóri, dómarar, andmælendur og góða gestir, ég meina spurningu fyrir ykkur, svona til að byrja þetta bara strax. Er ótakmarkað tjáningarfrelsi lausnin við öllu, eða er það yfir höfuð réttlætanlegt? Má bara hver sem er, segja hvað sem er, hvern sem er, eða eru skoðanir fólks orðara, stundum bara alls ekkert skoðanir, heldur bara hreint og beint ofbeldi. Góða gestir, þetta er það sem keppnin snýst og gerir mig fulla grein fyrir hvað Vestló er að fara að bjóða upp á þér í kvöld. Þau munu kalla sig talsmenn tjáningarfrelsis og kalla okkur frelsissviftara. Þau munu nefna dæmi það sem ritskoðun hefur notið á kúgandi hátt og setja okkur á pall með vondumennum eins og Kim Jong-un og Putin án þess að átta sig á því að allt sem er að þeirra stjórnun er ekki ritskoðun að kenna, heldur þeim sjálfum. Og þau munu reyna að réttlæta fullkomið tjáningarfrelsi allt kvöld þangað til þau átta sig á því að fullkomið tjáningarfrelsi mun ekki hafa neitt annað í för með sér en að skerða frelsi annarra. Þegar við skulum bara líta á þetta eins og þetta raunverulega er. Byrjum bara fyrst á naglanum í líkkistu Vestlinga. Falsfréttir og já bara almennt öryggi mannkynsins. Nú tel ég okkur Íslendinga vera heppna. Við búum í samfélagi sem fréttamiðlar ritskoða og vanda sig við fréttir sem hér eru birtar öll heimsins mál. En það er ekki þannig allstaðar. Í sumum löndum má allt frjálst flæða, líka rangar eða skaðlegar upplýsingar og hættir fólk að treysta raunverulegum fréttum. Þetta sást til dæmis í kórónuveiru faraldrinum þar sem falsfréttir bóluefni ollu beinum skaða. Bólusetningar voru taldar lífshættulegar og sumir gengu það langt að reiða sig á falsfréttir sem töldu sótthreinsivökva geta fjarlægt veiruna úr líkamanum, sem var til þess að tugir létust bara í Bandaríkjunum. Ritskoðun hefði getað komið í veg fyrir að þetta fólk hafi látið lífið. Ef fréttamiðlar geta birt það sem berst alveg sama frá hverjum það kemur, munum við ekki geta treyst neinu og þá mun samfélagið ekki bera neitt nema vantraust til yfirvalda. Eða hvað Vestló? Svo er það næsti nagli, hatursorðræða. Krakkar, finnst ykkur að allir í þessum heimi, sama hverju þeir eru, hvaða skoðanir þau kunna bera og alveg sama hversu skaðleg orð þar eru, að þau bara fá að flakka. Þið hljótið að vera að grínast. Það er nefnilega ástæða fyrir því að hatursorðræða er glæpur og að fullkomið tjáningarfrelsi er ekki til, vegna þess að orð drepa og þetta vitum við. Í Bandaríkjunum er kynþáttahatur og transhatur að verða fólki að bana á hverjum einasta degi. Hinsegin börn er að taka sér deiglíf alls staðar í heiminum vegna þess að hatursorðræða í garð þeirra er að verða meiri og meiri á samfélagsmiðlum. Börn og ungmenn er að fá efni og upplýsingar ofbeldi, kynþáttahatur og alls konar viðbjóð á ritskoðum samfélagsmiðlum sem styðja einmitt málstað andstæðinga minna. Miðlum það sem öllu er leyft að flakka, sama hversu gróft það er og sama hvaða skaða orðin sem þar eru birt kunna valda. Svo ég spyr ykkur aftur því þið hljóti nefnilega að vera að grínast. Hvers vegna haldið að ofbeldi, til dæmis bara hér á landi, sé í sögulegu hámarki meðal ungmenna? Er það bara einskær tilviljun? Eða er það vegna þess að við erum ekki að ritskoða efni sem allur heimurinn og börnin okkar hafa afgangað? Ég meina, skólakerfið er ekki eins og ráða við þessar hrikalegu breytingar. Því hvernig að heilar ungmenna sem er ekki fullmótaðir að bregðast við hlutum sem þau sjá á hverjum einasta degi, allan daginn. Hlutum sem þau sjá svo oft þau eru farin að telja það eðlilega. Nei, ég spyr í alvöru. Samfélagsmiðlinn X sem áður var Twitter er algjörlega sammála málstað Vestlunarskólans. Miðlinn er óritskoðaður að birta nánast hvað sem er hann án mótlætis. Miðlinn fegrar ofbeldi og klámvæðingu og þetta er vinsælasti miðill heims og ég er ekki að grínast. Ég vil að þeir sem sitja hérna inni takið upp símann á eftir alveg sama hvernig keppnin fer og opnið þetta forrit og pælið hans í því hvort efnið hann inni sé efni sem á rétt á sér. Ég veit alveg að þið vitið svarið. Er þetta það sem þið viljið? Ef við bara hætta að ritskoða allt, ef við bara leyfa haturinn að sigra og ef við bara sætt okkur við ofbeldið og ógeðið og horfa heiminn hrynja beint fyrir framan nefið á okkur. Eða ef við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að þagga niður í ofbeldinu þannig veita öllum frelsi. Því Vestlunarskólinn þarf að réttlæta nákvæmlega þetta, réttlæta falsfréttir, hatursorðræðu, já, og réttlæta það, við ættum ekki að ritskoða neitt. Já, ef andskotinn hafi það, réttlæta það, við ættum að minnka þá ritskoðun sem við erum nú þegar að stunda. Það verður helvíti brött brekka. Góða gestir, ofbeldi í garð hinsegin fólks, fatlara, innflytjenda og kvenna hefur aldrei verið aðgengilegra og eins normalíserað og það er akkúrat núna. Og það er ekki bara vegna þess að tímarnir eru breyttir eða fyrir einskæra tilviljun. Nei, það er vegna þess að núna hafa samfélagsmiðlar gefið öllum stað til að tjá sínar skoðanir án refsingar. Tjá sínar skoðanir á vettvangi það sem allir fá að sjá þær, sama hvaða aldri þeir eru á eða við hvaða aðstæður fólk býr. Og það kallast ekki tjáningarfrelsi, heldur kallast það hreinlega tortímandi skeytingaleysi. Og
og það þá engan rétt á sér. Nú þurfa verslingar að rífa sig í gang og grínlaust standa með öllu ógeðinu sem fara grassinu á samfélagsmiðlum og jú, í samfélaginu öllu. Því ritskoðun er ekki takmörkun tjáningarfrelsis, heldur er hún verndun þess. Við eigum að vernda þá sem verða fyrir barðinu á því skrimsli sem ótakmarkað tjáningarfrelsi er. Verslunarskóli Íslands mun reyna að telja ykkur trú að þetta megi bara og að hlutirnir séu bara svona. En ég spyr ykkur Vestló, mátti þetta einhvern tíma? Ljósið farið af, kæru verslingar, ég sé ekki hvort að merkið sé komið. Takk fyrir. Ásgeir Máni Andrason talaði 4 mínútur og 34 sekúndur. Því næst býð ég upp í pontu frummælanda, andmælanda Ísabel Dís Síhan. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og aðrir góðir gestir. Þetta er ekkert fyndið. Það er dropinn sem holar steinin. Eitt dropa í einu þar til allt er orðið blóðrautt. Dembum okkur bara í þetta. Enginn þekkir betur hlekki ritskoðunar en íbúar Norður-Kóreu. Já, við fórum þangað. Fólk sem var svo óheppið að vera norðan 37. breiddargráðu á röngum tíma var lokað inni í stærsta fangelsi heims. Refsað fyrir að tjá skoðanir sínar og drepið fyrir að gráta ekki nóg í jarðarför hins eilífa leiðtoga. Í ríki þar sem lestur erlendra frétta er glæpur og sjálfstæð hugsun er dauðasynd. Þegar rússneska keisardæmið féll fögnuðu Rússarnir í framtíð. Framtíð frelsis og uppbyggingar undir kommunisman. En innan örfárra ára voru kirkjur brenndar, andófsmenn sendir í gúlagið og milljónir myrtar í skjóli ritskoðunar og innrætis. En hér standa 4 MS-ingar, hver öðrum æstari í að máta stífilið sem trafkar á okkar minnstu bræðrum og systrum. MS, ég spyr ykkur bara hreint út. Ef ritskoðun er að finna góða, hvers vegna leggur fólk líf sitt í hættu til að berja skepninni? Og hvers vegna þurfa stjórnvöld undantekningarlaust að beita valdi, kúgun og óttastjórnun til að viðhalda ritskoðuninni? Við hér á Íslandi þykjumst vita hvað ritskoðun er, en við vitum það bara alls ekki. Því á Íslandi er ritskoðun bönnuð í stjórnarskrá. Ísland er minnst ritskoðaða land veraldar. Því að blurra pungin á Pétri Jóhanni eða blípa ljótt orði Gísla Marteini er ekki ritskoðun. Raunveruleg merking orðsins er allt önnur og hún er samhljóða þeirri eymd og kúgun sem milljónir búa við fyrir það að reyna að tjá skoðanir sínar. Fyrir að reyna að gagnrýna þá sem valdið hafa. Ritskoðun er þegar valdhafar setja skorður á tjáningarfrelsið áður en það gengur á réttindi annarra. Þegar innræðisherrar banna orðræðu sem augljóslega rúmast innan grundvallar mannréttindi tjáningarfrelsi. Það er ritskoðun. Tjáningarfrelsið er grundvallar mannréttindi og því er ritskoðun mannréttindabrot. En MS ver mannréttindabrotin og viðbjóðin sem felst í skoðanakúgun og pyntingum allstaðar í heiminum því þau eru örugg hér á Íslandi. Þau mæla með áhrifaríkasta vopninu í vopnabúri innræðisherra og kúara.
Mannanna sem MS þarf að verja í allt kvöld. Þegar arabíska vorið hófst árið 2011 var það vegna þess að í fyrsta skipti með tilkomu samfélagsmiðla hafði kúgaður almenningur fengið tól til þess að ræða opinskátt hugmyndir sínar og skoðanir. Fólk gat í fyrsta skipti mótmælt innræðisherrunum sem hefðu sópað til sín milljörðum auðlindum og völdum án þess að vera myrt. Loksins gátu þau hrópað upp skoðanir sem samlandar þeirra hefðu áratugum saman ekki einu sinni mátt hvísla. Og MS mælir með þöggun þessa fólks og því spyrjum við það tilviljun að í öllum þeim löndum sem við kennum við lýðræði og frelsi ritskoðun minni. Að þar sem íbúar og fjölmiðlar veita stjórnvöldum aðhald minna ritskoðun og kúgun. Er það tilviljun að fasistar eru líklegastir til þess að beita ritskoðun? Rússland, Íran, Kína, Norður-Kórea, Afganistan. Allt staðir þar sem ritskoðun mikil og frelsi lítið. Svíþjóð, Danmörk, Belgía, Noregur, Ísland. Staðir þar sem lífsgæði og frelsi eru mikil og ritskoðun bönnuð með lögum. Þetta verður ekki skýrara. Góðir fundarmenn, þetta verður MS að svara fyrir. Hvernig útskýra þau að í öllum þeim löndum sem við kennum við þar sem ritskoðun stunduð frelsi lítið sem ekkert, lífskjör minni og meiri kúgun. Það hægt að setja stórt samasemmerki á milli meiri ritskoðun, meira ofbeldi, meiri eymd, meiri kúgun. Tjáningafrelsi nefnilega andstæðan við ritskoðun. Að leyfa fólki að segja það sem því finnst andstæðan við ritskoðun. MS þarf hér í kvöld að verja þá ritskoðun sem átti sér stað þegar nasistar bönnuðu bækur skrifaðar af gyðingum, þegar leyniþjónusta Sovétríkjanna pyntaði fólk fyrir að aðhyllast ekki kommúnisma og þegar Nóbelsverðlaunahafinn Malala var skotin í hausinn fyrir það að vilja konur mættu mennta sig. Milljónir sitja nú í fangelsi fyrir það eitt að vera ósammála stjórnvöldum sínum og MS vill kæfa rödd þessa fólks. Góðir fundarmenn, staðreyndin sú að frelsi og ritskoðun fara aldrei saman. Þar sem rödd fólksins kæfð, þrífast kúgun og spilling. Með því að tala fyrir ritskoðun talaðu líka gegn lýðræði, gegn mannréttindum og frelsi. Þeir sem styðjið ritskoðun, styðjið þöggun, kúgun og ótta. En vitið eitt, sannleikurinn, frelsið og rödd fólksins þau munu aldrei þagna. Við látum ekki kúga okkur. Því við þorum og munum halda áfram að þora. Ísabel Dís Síhan talaði í 4 mínútur og 48 sekúndur.
Ég ætla að fá að ítreka við alla sem eru í salnum að hafa hljóð yfir ræðunum. Og næst ætla ég að bjóða upp í pontu meðmælanda Maríu Sól Jósepsdóttur. Þú hefur 7 mínútur.
mínútu. Býtu, vó, svolítið mikið af fólki hérna. Þetta er alveg úrslit Morfís. Ég er alveg frekar stressuð. Ekki fara að gráta, María, ekki aftur. Snappaðu út úr þessu. Hvað sagði pabbi þegar maður er stressaður? Maður klappar. Já, viti, ég ætla bara að klappa. Allir með! Fundarstjórinn, hlusta á þetta. Telegram, Twitter, X, Trumpistar, JD Vance, Barnaklám, Rífens, Pór, Snorri Másson. Veslingar og 12.00, sprengjur þar sem heyrist, búm! Rasismi, nazismi, gyðingahatur. Allir með, veslingar, klappið líka, allir vinnir. Kosningar, feðraveldi, anti-vax, ofbeldi, transatur, aftökur og single moms í hverfinu. Gervigreind, nýðingar, framsæja veslingar, stríðsyfirlýsingar. Þetta þarf að ritskoða. Ég veit ég var í MS, en ég var að pæla. Þetta er algjört þvæla, Versló ef ekkert á að ritskoða. Bara ekki allir sér, bara voða. Býtu, af hverju stoppaði tónlistin? Ég var á eldi hérna, svo lengst uppi. Átti líka eftir að nefna svona 700 hræðileg dæmi í viðbótin. Fuck it, ég er á tíma hérna. Höfum þetta pent og drefum þetta í fæðingu. Versló, ég nenni ekki þessum má ekki lengur málstað og öfga fríspils afsökunum lengur. Því eins og ég sagði þá er ég á tíma hérna. Og býtu, voru það ekki líka áttalega úrslitin ykkar í ár sem voru ritskoð? Nei, wow, sorry, ég bara spyr. Æ, María, þetta eru bara skoðanir. Æ, María, má ekkert lengur. Heyrist allt hérna frá Marmara möskarmyndum við hliðina á mér. En Versló, með því að mæla á móti ritskoðun er það að segja að þið viljið enga ritskoðun. Versló, það er ekki lengur, það má ekkert. Nei, það má allt núna. Öll þessi dæmi og fleiri sem ég náði ekki að rýma nýta lag munu svo frá sýningu fyrir alla aldurshópa. Og ég veit ekki með ykkur en ég, María Sól, ætla ekki að leyfa því að gerast. Það fer ekki fram hjá mér. Hafði svo fór heldur ekki fram hjá mér þegar Ísabel sagði að stjórnarskrár var á móti ritskoðun. Ísabel, flestar lýðræðislegar stjórnarskrár, þar á meðal stjórnarskrár Bandaríkjanna og grunnlög Þýskaland, tryggja tjáningarfrelsi með takmörkunum. Þessar sömu stjórnarskrár viðurkenna að með réttindum fylgja skyldur og mörk, til dæmis verndar málfrelsi, hvatningu til ofbeldis eða hryðjuverka, barnaklám, þjóðöryggisbrot eða mannorðssæringu. Þetta eru allt tegundir ritskoðunar sem lögfestar og ekki á ástæðulausu
Það standa vörð samfélagsskipulag mannlega upplifun öryggi einstaklinga, frelsi án takmarkana er ekki frelsi, það er stjórnleysi. Sorry Vestló, ef ég að skerða frelsi fólk með því að segja það sem ég að fara að segja, en sumt fólk ætti ekki að fá vettvang. Sumir ætti ekki að fá að segja sínar skoðanir, því sumir bera bara ekki gott með sér og þá þurfum við að stoppa það. Ekki gefa þeim sviðsljóst til þess að nota frelsi sem vopn gegn fólki. Ritskoðun er stór hættuleg sögðu Vestló svo full af hroka í gegnum söguna, hafa óritskoðar áráður gegn minnihlutahópum leitt til ofbeldis, fordóma og jafnvel þjóðamorða. Við höfum séð þetta í Rúanda, Þýskaland og jafnvel í nútíma samfélagum á netinu. Ritskoðun á öfgakenndum og hatursfullum áróðu er leið til að stöðva eldsvoðann áður en hann kviknar. Þetta er ánaldsgrinn tólstíkutur hefur og komið verið í veg fyrir þjóðamorð. Takk Vestló verði að mæla gegn því, alltaf flottust. Ísabel spurði ef ritskoðun er góð, af hverju það fólk að mæla á mótinni. Ísabel, hugtakið ritskoðun er notað á margvíslegan hátt. Henni getur verið misbeint en hún er líka notuð til góðs. Ef fólk mælir á mótinni þá eru þau stöðum þar sem fólki býr ekki við frelsi og það sem virkilega sorglegt að þú skilja nýta þér þar aðstæður þér í hag. Ísabel nefndi nasisma. Hver einn hefur heyrt ræðurnar hans Hitlers? Þýdda, engin. Á ég að segja ykkur af hverju? Það er vegna þess að það er sannfara fólk enn þann dag í dag. En það er ekki ritskoðun sem kemur í veg fyrir að nasismi nái að sjá dagsins ljós. Vilja að nasismi sé ennþá til, kemur kannski ekki óvart, ég var Vestló eða eitthvað. Ísabel sagði að ritskoðun væri andstæða lýðræðis. Þetta er staðhæfing rökvilla. Lýðræði er ekki að leyfa öllum að flæða, meir það síðar. Góða gestir, nei, sorry Vestló, hendur upp, snúið mér hring og drullu ykkur út. Því að þið ætlaði að mæla með því að við höfum bara ekki að ritskoða neitt, þá er þessi keppni ekki að fara að skila einhverju hjá okkur. Vestló, þið getið allt eins kallað hann bikar einhvern kvenmann því hann er sko ekki að fara heim með ykkur. María Sól Jósefsdóttir talaði í 3 mínútur og 47 sekúndur. Ég var beðin góðfúslega að minna áhorfendur á að vera ekki að ráfa inn og út úr salnum á meðan á ræðu stendur. En næst býð ég upp í pontu meðmælanda, andmælanda, Önnu Maríu Alavavi Sonde, þú hefur 4 mínútur.
1 mínútu. Sekúndur. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og aðrir góðir gestir. Ég verð að viðurkenna eitt. Eitt sem ég ætti kannski ekki að viðurkenna og þjálfararnir mínir bönnuðu mér að gera, en ég verð. Ég skil alveg af hverju einhver myndi tala með ritskoðun. Ég fatt alveg að það væri næs ef enginn gæti ever sagt að ég hafi rangt fyrir mér. Og að það myndi gera lífið auðveldara ef allir myndu bara gera nákvæmlega það sem ég segi þeim að gera alltaf af ótta við að vera pyntuð, barinn, drepin eða sendi í MS. Ok, ég ætla aðeins að endurorða þetta. Ég skil fullkomlega að moldríkur, kókaín og hórusjúkur olíufursti í Mið-Austurlöndunum myndi mæla með ritskoðun. Eða þú veist, spilltur austur-asískur forseti sem þarf bara að sitja aðeins lengur í valdastól til að koma peningnum út úr landi og vill bara fá að misnota einn ritara í viðbót. Ég lofa, bara einn í viðbót, leyfðu mér að misnota einn ritara í viðbót án afleiðinga og sorry hættur. Eða þú veist, Kim Jong-un, ég skil fullkomlega að hann mæli með ritskoðun. Getið þið ímyndað ykkur hvað þjóðin hans yrði pirruð ef þið myndu fatta að hann vann ekkert HM 2004 eða að hann sé bara ekki heimsmeistari í 100 metra spretthlaupi karla eða að meðan þau deyja úr hungri fitnar hann og auðgast á þjáningu þeirra. Ég held að ég yrðu vel pirruð. En það eitt sem ég skil ekki. Af hverju mælið þið með þessu? Hvaða hest eigið þið í þessu hlaupi? Ritskoðun hagnast ykkur ekkert. Ásgeir, þú mættir á Jarisinga og ég sá þig kaupa þessi jakkaföt í H&M í Smáralindinni. Eða þú veist, ég sá mömmu þína kaupa þig. Ásgeir heldur því fram að það sé nauðsynlegt að beita ritskoðun til þess að koma í veg fyrir hatursorðræðu. Það sem MS virðist ekki átta sig á er að það fellur ekki undir ritskoðun að banna hatursorðræðu. Með því að banna hatursorðræðu stöndum við vörð rétt annarra til friðhelgi einkalífs, til að lifa í friði. Ritskoðun felur í sér að stjórnvöld skerði sjálfstætt tjáningarfrelsi fólks og brjóti þannig gegn mannréttindum þeirra. Ritskoðun ekki til að vernda réttindi fólks, heldur brot á réttindum þess. Hættið að rugla saman hugtökum og farið að réttlæta handtökur á blaðamönnum Sádi-Arabíu og allan viðbjóðinn sem ritskoðun stendur fyrir. Ásgeir sagði að tjáningarfrelsi hafi takmörk. Já, það gerir það. Tjáningarfrelsi eru grundvallar mannréttindi svo lengi sem það gengur ekki á réttindi annarra. Í kvöld umræðefni ritskoðun og ritskoðun skerðing á því tjáningarfrelsi sem augljóslega grundvallar mannréttindi. Þið eru einhvern veginn að viðurkenna þessi takmörk tjáningarfrelsisins en segir samt að fjarlægja hatursorðræðu og ofbeldi sé ritskoðun. María talaði nasisma og við í Vestló hötum nasisma. En býtu, ritskoðun, það ekki það sem nasistar notuðu til að komast til valda? Ritskoðunin sem að þið mælið með og þurfið að verja. Og svo segir Ásgeir að hann vilji ritskoða samfélagsmiðlinn X. Viltu virkilega að X banni ákveðnar skoðanir fólks svo að Elon Musk mæti heimtíðin með hafnaboltakylfu að þú óhlýðnast? Því það var í ritskoðun á X. Þótt X myndi banna ýmislegt ósmekklegt efni á miðlunum væri það bara ritstýring af hálfu miðilsins. Rétt eins og Ásgeir fari ekki að birta pistil klamydínu sína í stangveiðiblaðinu. Það ekkert ritskoðun, það fellur bara ekki undir stefnu blaðsins. 2 ræður frá MS-liðinu þar sem þið tókst algjörlega að skauta fram hjá því að tala mest ritskoðuðu ríki í heimi. Af hverju ætli það sé?
Þið munu ekki komast upp með að sleppa því bara að tala um þetta MS. Ef ritskoðun svona góð, af hverju þá mest ritskoðu ríkin með minnsta frelsið og mestu kúunina? María eyddi allir í ræðinu sinni í lag sem var by the way búri og nefndi ekki stakasta dæmi alvöru ritskoðun. Þú sökkar og líka liðið þitt. Ég skil af hverju valdasjúkir stjórnmálamenn og siðlausir miljardamæringar mæla með ritskoðun, en ég bara finn enga ástæðu fyrir því að MS-ingar geri það. Halda þau að þetta fólk séu vinir þeirra? Heldur Ásgeir að ef hann nær að selja hann drast póla hann fóði búið í næsta Diddy Party? Eða Epstein Island? Heldur Agla að verði næsti kúunarmálar á þeirra Óman? Líkurnar á því eru jafn miklar og gæljur hérna í salnum sem myndu fara í Ásgeir. Engar. Anna María Alavavi Sonde talaði í 4 mínútur sléttar. Næst ætla ég að fá að kynna upp í pontu stuðningsmann meðmælanda, Vigdísi Elísabetu Bjarnadóttur. Þú hefur 4 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. Fundastjóri, sorglega staðreyndin sú að efnið sem okkur berst í hendur í dag uppfullt af viðbjóði sem enginn myndi velja að fyrra bragði. Óumbeðnu ógeði sem blindar okkur fyrir virði mannslífa. Við erum að ganga inn í nýja tíma þar sem samfélagsmiðlar á borð við Facebook og X hafa afsalað sér allri ábyrgð yfir efninu sem við innbyrðum. Tíma þar sem við getum ekki lengur reitt okkur á stærstu upplýsingaveitur veraldar. Og Versló vill hrópa húrra fyrir þessum breytingum í nafni tjáningarfrelsis. Ég á ekki til orð og eftir að hafa heyrt síðustu 2 ræður Verslunarskólans ég farin að óttast mína eigin framtíð. Því mig langar að búa í heimi þar sem ég get fundið fyrir öryggi. Mig langar að búa í heimi þar sem ég þarf ekki að óttast að eitt að taka upp síma minn eða lesa fréttablað vegna þess að hvað sem gæti leynst þar. Ég vil geta treyst því að fréttirnar mínar komi frá áræðanlegum heimildum en ekki erlendum áróðursyrkjum. Það til of mikils að ætlast, Versló? Til of mikils að ætlast að frelsi mínu sem konu sé ekki augrað á hverjum degi af karlrembum sem gera allt til þess að komast í fjölmiðla? Til of mikils að ætlast að litli bróðir minn villist ekki inn á netsíður sem hvetja hann til sjálfskaða? Til of mikils að ætlast að við verndum börnin okkar gegn öfgahópum á internetinu? Eða það kannski of mikil árás á frelsi einstaklingsins? Því kæru gestir, mig langar ekki að þurfa að standa hérna upp á sviði í úrslitum Morfís að færa rök fyrir öryggi okkar. Mig langar helst að nota þetta tækifæri til að hífa upp raddir minnihlutahópa, ekki verja rétt þeirra sem ætti ekki að vera ógnað. En við erum greinilega ekki komin svo langt. Versló hætti ekki að tala Norður-Kóreu og Rússa og hvernig þau misnota ritskoðun. Já, einhverjir hafa misnotað ritskoðun en það þýðir ekki að ritskoðun sé vond í eðli sínu. Frekar en það að einhver noti eld til að kveikja í húsið þýðir að við eigum ekki að banna eld. Þetta snýst ekki merkfærið heldur það hvernig það notað. Vandamálið í þessum ríkjum einræði kúgun mannréttindabrót ekki ritskoðun sjálf. Og við erum ekki hér til að verja Norður-Kóreu, við erum hér til að verja fólk gegn hatri og ofbeldi. Anna sagði að hún skildi ekki af hverju við mælum með ritskoðun. Anna, við mælum með ritskoðun vegna þess að við viljum að fólk geti farið á netið án þess að þurfa óttast að sjá afhausin, morð og sjálfsvíg. Því það einmitt staðan á X, á miðlunum þar sem ritskoðun í lágmarki. Og það bara lítið brot úr heiminum sem þið mælið með. Anna sagði að ritskoðun væri ekkert annað en bara slæmir hlutir. Anna, ef það eru bara slæmir hlutir, af hverju er ritskoðun þá ekki refsiverð? Af hverju nota hana bókstaflega allir meira að segja þið í daglegu lífi?
Versló sögðu að ritskoðun væri andstæða lýðræðis. Þessi staðhæfing rökvilla. Lýðræði ekki að leyfa öllu að flæða, það ákveða saman hvað við stöndum fyrir. Lýðræði þýðir ekki allt sé leyfilegt, heldur að við sem samfélag fáum að móta mörkin saman. Ritskoðun í lýðræðisríki lýðræðisleg því hún byggist á samkomulagi siðferðisleg gildi, lög og reglur. Eða hvað? Viltu útskýra lýðræði aðeins meira fyrir salnum, blaðaræðin? Versló sagði að við mælum með þöggun og að við styðjum kúgun. Þið þarna hinum einn geti ekki byggt keppnina á að kalla okkur vondafólkið. Hér í kvöld vil ég þið leyfa öllu ofbeldinu og öllu ógeðinu að flakka. Farið að verja ykkur fyrir það hvað það varðar. Versló, þið látið eins og ritskoðun sé eitthvað stórhættulegt fyrirbæri sem eigi að útrýma. En svari mér þessu. Ef þetta svona hrottalegt dæmi, af hverju erum við þá að þessu? Af hverju erum við að ritskoða fréttir? Af hverju erum við að ritskoða samfélagsmiðla og af hverju til YouTube Kids? Ef þetta svona hrottilegt fyrirbæri. Nei, alvörun Versló, þetta svo heimskulegt. Versló reyndi að mála okkur upp sem skrimsli með að segja að við mælum með áhrifamesta vopni kúara. Ísabel, kúarar og almennt vont fólk mun alltaf finna leið til að kúa. Góðir gestir, ég á erfitt með að sýna ræðuliði verslinga samúð hér í kvöld. Því þegar við horfumst í augu við eins blákaldar staðreyndir og árási á öryggi mannkyns, þá ætti afstáð okkar að vera augljós. Ég vil ekki búa í heimi þar sem traust mitt til samfélagsins versnar með degi hverju. Ég vil að börnin mín fæðist inn í öruggan heim. Er það virkilega til of mikils að ætlast? Vigdís Elísabet Bjarnadóttir talaði í 3 mínútur og 57 sekúndur. Þá býð ég næst velkomin upp í pontu stuðningsmann andmælanda Andrés Kristinn Haraldsson. Þú hefur 4 mínútur.
30 sekúndur. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og aðrir góðu gestir, hverjum þjónar ritskoðun? Hver það sem hefur raunverulega hagsmuni af því að geta handvalið eftir eigin geðþótta hvað má segja og hverjir skipt út fyrir þögnina? Hverjir eiga að fá að ráða hvað þið megið vita og hvað ekki? Það spillt stjórnvöld eða þið sjálf? Yfirvöld beita ritskoðun til að almenningur komist ekki að spillingunni sem þau hafa að fela. Þau segja, við verndum ykkur. Þið eru örugg en bara ef þið gerið það sem við viljum. Í orðum stjórnvalda leynist þó kirkislanga sem svo snör í snúningum að hún búin að vefjast utan samfélagið og tæma lungu þess á súrefni áður en nokkur getur komið upp orði. Grafar þögn. Öll mótspyrna kæfð niður. Þegar stjórnvöld þola ekki gagnrýni loka þau á hana. Með því að taka sér ritskoðunarhnífinn í hönd geta yfirvöld skilt sér frá öllu því óþægilega. Bannað það sem fólk vill tala það sem fólk ætti að tala en allt í einu má ekki tala það lengur. Allt til að keisarinn geti búið áfram í höllinni og MS fagnar dátt. MS það hugrekki að þagga niður spurningar? Það styrkur að berja á þeim sem leita sannleikans? Orðin sem allir vilja segja orðin að dauða synd. Ósögð orð á allra vörum sem aldrei fá að hljóma. Samfélag sem eitt sem byggði framfæri sínar og frjálsum skoðanaskiptunum og háværum skoðanaskiptunum nú þagnað vegna þess að súrefnið búið. Þögnin ærandi og stjórnvöldin sitja áfram ekki vegna styrks eða vinsælda heldur í skjóli ótta. Ég spyr MS-inga í alvöru, hverjum þjónar ritskoðun? Ekki vegna þess að þetta gæti gerst, heldur vegna þess að þetta að gerast. Einmitt núna í Rússlandi, Kína, Norður-Kóru og fjölda annarra landa. Því MS-ingar hafa tekið sér stöðu með heimi, þar sem spurningar
verða glæpum. MS ætla að keyra keppnir á samfélagsmiðlum. Staðan sú að það fólk drepið í Kína á hverjum degi fyrir að tweeta skoðanir sínar. Það ritskoðun. Það að YouTube-banni klám ekki ritskoðun, heldur það ritstýring. Það að setja í flöskuskeyti og negla upp í raskatinn á okkur eða. Ok, MS, það ekki ritskoðun? Ok, MS, það ekki ritskoðun á Íslandi. Við búum ekki við ritskoðun því hún bönnuð, samkvæmt stjórnarskrá. Ég má segja hvað ég vil svo lengi sem að það fer ekki út fyrir tjáningarfrelsi mitt. Við mælum með óbreyttu ástandi á Íslandi en betri heimi fyrir þá sem þurfa að líða alvöru ritskoðun á hverjum degi. Vigdís talaði að vilja upplifa öryggi. Vigdís, þú býrð á Íslandi, öruggasta land í heimi. Þú hefur frelsi til að segja hvað sem þú vilt og þarft ekki að óttast lífið þitt ef þú ert ósátt við stjórnvöld. Þú hefur það svo gott að þú getur ekki séð lengra en fosfórinn. Fólkið sem lifir við ritskoðun og kúgun eru þeir sem fá aldrei að upplifa öryggi og þú mælir með þessu óbreytta ástandi. Vigdís sagði að ritskoðun veri góð en misnotuð af vondu fólki. Nefni mér eitt land þar sem ritskoðun stunduð og fólki líður bara vel og fer að segja það sem það vill. Nei, þið getið það ekki því að ekkert þannig land. Ritskoðun alltaf slæm. Stígið út úr forréttindablindu búblunni ykkar einu sinni. Vigga talaði að ritskoðun væri svo tól þó vondir menn nýti sér að þó ritskoðun ekkert slæm. Sko, ritskoðun ekkert bara hjálpartóm sem að gerður í blöss fyrir að selja, heldur að væri djöfull Satansson að selja þetta í kvöl þjáningar og kúun.is. Ritskoðun eru vissulega tól sem notað til að bæla niður mannréttindi. Og heyrði ég rétt í Maríu, finnst ykkur að það ætti ekki allir að fá að segja skoðanir sínar? Heyrið þið ekki sjálf hversu fáránlega þetta hljómar. Þið eru engu betri en einræðisherrarnir sem eru sammála ykkur. Og já, talandi þá, hvernig réttlætið þið allt ofbeldi og allan viðbjóðan sem svoleiðis menn reiða sig á til að viðhalda ritskoðun. María sagði að góðir fundarmenn, ritskoðun þjónar aðeins þeim sem hræðast sannleikann. Hún þjónar þeim sem heyja stríð í skjóli lyga. Hún þjónar þeim sem kúa þjóðir sínar í nafni fölsunar. Hún þjónar þeim sem eru svo hræddir við sannleikann að þeir eru tilbúnir að fangelsa fólk og drepa til að þagga niðri því. Í heimi ritskoðunar heyrast engar raddir og í þögninni kafnar frelsið. Andrés Kristinn Haraldsson talaði í 3 mínútur og 55 sekúndur. Kæru áhorfendur, núna verður tekið 15 mínútna hlé. Ég ætla að biðja áhorfendur að vera kjur á meðan dómarar og liðin ganga úr salnum og leyfa liðunum og dómurum að koma sér fyrir í sínum herbergjum. Við tökum 15 mínútna hlé. Takk fyrir. Áður en það farið, þá ætla ég að flytja frumvarp fyrir hönd Morfístjórnar og afhenda bikara fyrir ræðumenn kvöldsins þetta tímabil. Herru, Eva Júlía heiti
ég og ég vissulega ekki forseti Morfíustjórnar, en Agla má bara greinlega ekki fara með ræðu, liðsstjórinn sjálfur, og loksins þegar gefst tækifæri þá þarf ég að grípa það af henni. En ég vil bara byrja að þakka styrktaraðilum okkur í kvöld, Ölgerðinni, Serrano og HS Orku. En að máli málana. Morfís í ár er búið í hakkinu. Eins og sumir vita þá erum við líka bara 4 í ár, en það var einn meðlimur sem bara hreinlega yfirgaf okkur eftir hún datt úr keppni. Ég held að það hafi verið 3 eða 4 dagsetningar sem við stjórnin vorum bara að velja til þess að halda úrslitin. Sjaldan verið jafn mikið vesen og glam. En til að taka þetta viðburðaríka ár einhvern veginn í hnotskurn að þá voru 2 16-lega úrslitaviðureignir. Biggie Jelly ákvað að pissa á Borgó og setja það á Instagram. Mætti búast við aðeins meira heila en það er Morfís, en svona er þetta bara stundum. Við fengum 2 kærur frá einni keppni. Hvaða skóli ætli það hafa verið? En alltaf keppni, alltaf svarapakki, alltaf úrslit. Vissulega ekki háskólabíó þar sem að vesenið á skólunum í ár kom í veg fyrir það. Sumar keppnir voru fámennari en aðrar og sumir fóru lengra á keppnistað en aðrir. Síðan voru undanúrslit en sigurvegarar þeirra eru hér í kvöld. Það er óhætt að segja að þetta ár er búið að vera ansli reynsluríkt fyrir ansi marga. En ég vil aðeins grípa tækifærið og tala saman með okkur. Því við 4 höfum unnið ógeðslega vel þetta tímabil og það er mjög góður mórall innan stjórnarinnar. Við viljum þakka liðunum í ár fyrir stemminguna og þátttökuna og sérstaklega þakka Vestló og MA fyrir mesta vesen ever. Vegna þess að án ykkar værum við ekki hér í kvöld, heldur værum við í háskólabíói fyrir 3 vikum síðan. En aftur á okkur, þá ef ég væri Agla, þá myndi ég vilja þakka mér, Evu Júlíu, fyrir allt sem ég hef gert. Sem sagt haldið utan fundagerðir, reddað áætlunum og tekið virkan þátt í ár. En hún myndi líka vilja þakka Jónatan og Auði, þau hafa líka verið mjög virk. Jónatan hefur verið mjög notfær, en mikilvægast af öllu rauðhærður. Vegna þess að hann er með fullt af tengingum og hefur legið á símtólinu að reyna að redda sal og streymi last minute. Aftur takk Vestló og Emma. Auður hefur einnig verið staðið sig mjög vel sem markastjóri og haldið móralnum í hópnum uppi. Hún er rólegust þegar við hin erum að krasja út og það er mikilvægt að hafa eina Auði til að halda okkur smá í jörðinni. Við vorum ótrúlega heppin með stjórn í ár þar sem við þekktumst ekki neitt í byrjun en hefum þrátt fyrir það tengst mjög vel og myndað mjög góðan vinskap. En að öllu, save the best for last. Ég bara hreinlega veit ég hvar við 3 gúrkurnar værum án hennar. Hún er ótrúlega leiðtogi, geðveik fyrirmynd, hún er klár og ákveðin. Sumir telja hana hafa góðan heimil á okkur hinum. Hún hefur að mestu leyti gert flest allt sjálf og biður sig litla sem enga hjálp, en hún kvartar samt ekki, við bókstaflega þurfum að taka af henni verkefni. Þetta hefur verið geggjaferli og við erum svo ánægð að þetta hafi heppnast svona vel í lokin. En áður en í kveðkvöld ætla ég að bjóða henni Auði Helen upp á svið til að afhenda bikara fyrir ræðumenn kvöldsins. Upp á svið, Jökul Eyfjörð, FS á móti Borgó, Róf. Næst er Vigga fyrir MS á móti Kvenna og Íslensk Deitmenning, en hún Unnur, Elín ætlar að taka við bikarnum fyrir hana. Hún er ekki þetta, já, ok. Næst er Hekla fyrir MH á móti MR, Algóður Einvaldur. Herðu, næst er
Andrés Kristinn fyrir Versló á móti Emma, leysum öll vandamál. Næst ætla ég að bjóða upp á svið Kristínu Jóhannu fyrir FG á móti FS, lífið hefur tilgang. Næst Vigga aftur á móti MS á móti Flensborg, takmörkum fólksfjölgun. Næst Andrés Kristinn fyrir Versló á móti MH, einfalt líf. Og að lokum það Vigga fyrir MS á móti FS, hver sinna gæfu smiður. Að lokum vil ég þakka æðislega fyrir komuna og takk fyrir samstarfið þetta árið og megi betra liði vinna, góð skemmtun!
bara svo að fólk heyri í okkur að við erum að fara að byrja að leika 9. Eftir 2 mínútur. Við ætlum að byrja eftir 1 mínútu. Við ætlum að biðja ykkur að fá ykkur sæti. Allir sem eru standandi að fá ykkur sæti. Við ætlum að biðja ykkur að koma ykkur hratt og örugglega fyrir. Við erum að hefja seinni umferð. Þá lokum við hurðunum. Og við lækkum í tónlistinni, kæru áhorfendur. Kæru gestir, það er komið að seinni umferð úrslitakeppninnar. Við ætlum að fá að ítreka nokkra hluti. Það er mikilvægi þess að hafa hljóð þegar ræðumaður er í pontu og minnka umstang í salnum á meðan ræðumaður flytur ræðu sína. Það er eina krafan hljóð og meðan þegar dómarar líka eru að klára að gefa stigin. Þess á milli megið hafa eins mikið læti og þið mögulega getið. Ég ætla að athuga, eru dómararnir tilbúnir? Yes, eru tímaverðir tilbúnir?
Þær eru klárar. Þá skulum við hefja seinni umferðina. Ég vil byrja á að bjóða upp í pontu frummælanda, meðmælanda Ásgeir Mána Andrason. Fundarstjóri, what the helly? Hvað voru þessi bunch of donuts að gera í fyrrumferð? Þau kjörðu alla fyrrumferð á einhverju slakri pælingu lönd sem misnota ritskoðun og ritskoðun sé frelsissvipting. En þau hafa ekki enn komið nein haldbar rök fyrir því af hverju verkfæri sem við notum til þess að sporta gegn hatursorðræðu og ofbeldi sé hlutur til þess að mæla á móti. Nei, líka ekki bara það, þetta af hverju við ættum að hætta allri ritskoðun á öllum miðlum í heiminum og í daglegu lífi. Þið krakkar, ég veit ekki hvort þið vissu það, en það hefur aldrei verið til umræðuvettvangur í sögu mannkynsins sem hefur ekki verið ritskoðar af einhverju leyti. Segir það ykkur kleinurhringjunum ekki nóg? Mismikil og misgóð ritskoðun. Getum alveg verið samlokuð þar. Samt alltaf ritskoðun? Af hverju haldið að fólk sé að gagnrýna stærstu samfélagsmiðla heims, Facebook, X og Instagram? Er það bara vegna þess að þau eru að skerða of mikið tjáningafrelsi? Nei, það er vegna þess að þau eru að minnka ritskoðunar það mikið að hún er farin að hafa raunveruleg áhrif á daglegt líf minnihlutahópa og kynslóðabreytandi áhrif á ungmenni. Almennur einstaklingur vill ekki minna af þessu, hann vill meira. Svo er það líka bara litlu hlutirnir í daglega lífinu okkar sem við notum ritskoðun í. Þegar við erum að senda pósta, skilaboð, gera event á Facebook, skrifa ritgerð í skólanum, gera verkefni í skólanum, eða þegar við erum að chatta við Busa Berry á þess að hljóma svo Snorri Másson. Við gerum þetta til þess að gera ekki villur eða bulla eða jú, særi eitthvað með orðunum okkar. Alveg svo særði mig þegar Andrés byrjaði ræðuna sína á hverju þjónar ritskoðun. Andrés minn, þú fékkst viku til þess að kynna umræðunni, en jú, fyrst þú spyrð, þjónar ritskoður öllum minnihlutahópum, fólki sem þarf mestu hjálpina í samfélaginu og síðan ritskoða allir eitthvað að daglega. Andrés ætlaði að telja ykkur trú að ritstjórn og ritskoðun væri ekki það sama. Býtum við, hvað felst í því að ritstjórna? Að stjórna því efni sem útgefið er með að ritskoða það. Þetta var nú ansi ódýrt maður. Andrés bað ykkur að nefna eitt land þar sem ritskoðun er notuð á góðan hátt. Eruð þið að heyra þetta? Það var nota öll lönd ritskoðun. Eru bara öll lönd slæm? Andrés, ég vissi að vera heimskur, en núna vita það allir. Vestló fór að skilgreina umræðefnið, en þau átta sig ekki á því að það eru til svona 100 skilgreiningar á hugtakinu. Samkvæmt íslensku deild HÍ er skilgreiningin sú að efni sem er talið vafasamt eða umdeilt er eitt eða þá að höfundur eða útgefundur eru neyddir til þess að breyta því. Og samkvæmt Maastricht University er skilgreiningin að þegar komið er í veg fyrir tjáningu hugmynda sem ritskoðandi telur að brjóti gegn almennu velsæmi borgara eða skaði siðferðisvitund þeirra. Vestló, þið getið ekki fundið einhverja eina skilgreiningu og keyrt alla keppnina þegar þetta er svona stórt hugtak. Ætlar Vestló virkilega að kalla okkur forréttindablind? Okkur! Er það virkilega forréttindablind að vilja ekki hatursorði og neteinelti gagnvart minnihlutahópum? Finnst ykkur virkilega forréttindablinda að vilja að halda í æsku barna og halda þeim frá efni sem þau þurfi ekki að sjá? Ég vil svör. Víst að Vestló ætla að keyra þessa keppni að flótta á útúrsnúningum, þá er ég með nokkrar spurningar til þess að krydda þetta eins. Númer 1, af hverju erum við stanslaust að ritskoða ef þetta er hlutur til þess að mæla á móti? Númer 2, hvernig ætla að treysta fréttaflutning ef engin ritskoðun á sér þar stað? Og númer 3, hvernig ætla að koma í veg fyrir áróður öfgahópa á netinu án ritskoðunar? Ég held ég myndi missa það þegar Andrés byrjaði að tala um Norður-Kóreu og Kína í 100. skiptið. Andrés, hvenær ætla að hætta með þetta kjaftæði og byrja að mæla á móti ritskoðun eins og hún er í heiminum bara almennt? Takk eftir, kæru dómarar, ræðuli Vestlaskólans hefur ekki enn fært rök fyrir því af hverju við ættum að hætta allri ritskoðun allstaðar og það er einmitt hlutverk þar í kvöld. Þið vil ekki minnka ritskoðun í sumum miðlum, heldur bara að mæla alfarðið á móti henni sem þið viljið ekkert á henni. Þið mæla á móti verkfæri sem við notum til þess að sporta gegn hatursorði, til þess að sjá til þess að við fáum fréttirnar okkur frá áreiðanlegum heimildum og verkfæri sem er ástæða fyrir öllum tækniframförum ever. Vestló sögðu að þau lönd sem hafa mestu ritskoðunina eru kúuðu löndin, meira um það sena. Góða gestir, við sem samfélag erum búin að setja reglur hvað sé í lagi og hvað ekki. Eins og hlutverk barnamálaráðherra er ekki að eignast barn með börnum. Það er bara að vera rödd þeirra. Jafnvel þó að reglur hafa verið misnotaðar, eins og ég var að segja ykkur, það viljum við samt halda í það. Jú, nema þau! Þau vilja fleiri ástillar og það sýnir svart á hvítu hversu hrottalegur póll Verslunarskólans er.
Ásgeir Máni Andrason talaði í 3 mínútur og 51 sekúndu. Næst vil ég bjóða andmælanda Ísabel Dís Síhan upp í pontu. Þú hefur 4 mínútur. Þú hefur 1 mínútu. Sekúndur. Fundarstjóri, förum aðeins yfir fyrir umferðina. MS er búið að vera að keyra þessa keppni á endalausum útúrsnúningum að þau vilji ritskoða samfélagsmiðla eða þegar einræðisherrar nota ritskoðun séu þeir bara að misnota göfugt verkfæri. En eins og við erum búin að margofta að segja eru þið að tala fyrir því að samfélagsmiðlum sé ritstýrt.
að ákveðin hátt, ekki fyrir það að það fer ekki fram raunveruleg ritskoðun þar. Svo ritskoðun aldrei misnotuð. Ritskoðun í eðli sínu misnotkun á ríkisvaldi þar sem fólk peyntað, fangelsað eða jafnvel drepið fyrir það eitt að segja sína skoðun. Við erum í úrslitum Morfís! Hættum þessu fokking kjaftaði. Ég ætla að gera MSing tilboð. Í Morfís virðist það alltaf gerast að liðin mætast ekkert í umræðinni. Og, veistu, ég bara hætt að nenna því. Af því að Isabel D. Sheehan hatar kjaftaði. Tilboð okkar til MSinga því einfalt. Við erum tilbúin að mæta ykkur í þessari keppni og mæla gegn allri ritskoðun. Það eina sem við viljum fá á móti að þið mælið með allri ritskoðun. Raunverulegri ritskoðun alltaf. Ekkert hálfgák, ekkert bull. Það munu allir taka eftir. Því ef þið eruð ekki tilbúin að mæla alltaf með ritskoðun, þá eruð þið ekki að standa með pólum ykkur. Og þá ekki skilið að standa upp sem sigurvegarar í virtustu ræðikeppni heims. Og kæru fundarmenn, takið eftir svörum MS á eftir. Eru þau raunverulega tilbúin til þess að mæla alltaf með ritskoðun? Því þá vil ég fá að spyrja þig á nokkrum spurningum. Á Íslandi ritskoðun bönnuð í stjórnarskrá. Viljið þið afnema þau lög og hverju viljið þið breyta? Hvað viljið þið ritskoða og hvernig ætlið þið að koma á ritskoðun á Íslandi? Hvað ætlið að banna fólki að tala og hvernig ætlið að koma í veg fyrir að spilltir stjórnmálamenn nýti sér þetta vopn til þess að kúga andstæðinga sína, eins og hefur verið gert í öllum þeim löndum sem ritskoðun hefur komið á. Mynstrið augljóst. Meiri ritskoðun, meiri kúgun. Meiri ritskoðun, fleiri fjöldaaftökur. Þetta málstæðin sem MS valdi sér. Að aukin ritskoðun sé að vinna góða. Og annað hvort þið bara of heimsk til þess að átta sig á viðbjónum eða of miklar aumingjar til þess að þora að tala fyrir afstöðu sinni. MS, færi nú rök fyrir mál ykkar. Velkomin í úrslit Morfís. Ásgeir spurði hvort að við vildum hætta allri ritskoðun. Já, við viljum aldrei undir neinum kringumstæðum að fólk óttist líf sitt fyrir skoðanir sínar. Þið mælið með allri kúgun, ofbeldinu og pyntingum sem helst í hendur við ritskoðun. Ásgeir sagði að öll lönd notuðu ritskoðun. Bídus, þetta hljómar ekki rétt. Ég meina, Svíþjóð, Belgía, Noregur og Ísland, það engin ritskoðun, hún bönnuð með lögum. Þetta svona fokking flókið? Miðað við það sem Ásgeir sagði áðan verkfæri í skólanum, held ég að hann sé að ruglast á ritskoðun og prófarkalestur. En ok, segjum að prófarkalestur sé ritskoðun. Hvernig verða heimur án ritskoðunar? Frjálsstjórnuð Kórea? Mjög gott. En stafsetningavillur í mokkanum? Ekki gott. Þetta alvöru klemma sem við erum í. Heyrðu, svo var Ásgeir að varpa fram einhverju orðabóksskilgreiningu á ritskoðun eins og þau sé að fara að vinna þessa keppni á því. En ef við erum að detta í orðabækur, get ég sagt ykkur að samkvæmt íslensku orðaneyti eru tengd orð við ritskoðun, þöggun, misþyrmingar, afskipti, útskúfun, ofbeldi, misstýring, einveldi og ofsóknir. Ég man ykkur í alvöruna að googla þetta. Þau ætla bara að ljúga en þau komast ekki upp með það að gegn Gumma liðstjóra á Vesturlandsskóla Íslands. Ásgeir, ástæðan fyrir því að við erum að tala Norður-Kórea og Kína vegna þess að það eru löndin sem ritskoðun raunverulega stunduð. Þeir geti ekki einu sinni bakkað upp skýrustu mynd ritskoðunar, þannig þið ákveðið að flýja umræðuna. Ásgeir talaði ritskoðun í daglegu lífi. Það ekki ritskoðun á Íslandi. Hún ólögleg hérna, meistari. Það hins vegar ritskoðun í daglegu lífi Kínverja á Norður-Kóreu. Og þið mælið með henni. Kæru MSingar, þið eigið 2 ræður eftir. Nú hafið þið val. Þegar þið val að fara að hætta að bulla og tala í einu og öllu með raunverulegri ritskoðun. Hættið að handvéla dæmi og tala bara með henni stundum. Það ekki umræðuefni inn í kvöld. Þetta val ykkar gæti skorið úr hvort þið tapið eða vinnið. Eða nei, annars, ég held að sé bara orðið á seint. You snooze, you lose. Viva fucking Vestló! Leyfum dómurunum að ráða ráðum sínum.
Ísabel Dís Síhan talaði í 4 mínútur sléttar. Við ætlum að bjóða næst upp í pontu meðmælanda Maríu Sól Jósefsdóttur. Þú hefur 4 mínútur. mínútu. Ég ætla að ítreka hljóð yfir ræðum
Þessi ræða hefur ekki verið ritskoðuð á neinn hátt. Menntaskóli við Sund ber því enga ábyrgð á því sem á eftir að vera flutt hér upp í pontu. Við viljum skila innilegar afsökunarbeiðni fyrirfram til áhorfenda, dómara, Hótel Hilton, morfístjórnar og ræðuliði Verslunarskóla Íslands. You have been warned. Ok, ég byrja þá bara. Fundarstjóri eða bara Áslaug Arna. Á ég að segja þér hvað mér finnst þig og þínar skoðanir. Þú ert bara einhver helvitis Nei, ég vill ekki segja þetta. Ég og Áslaug Arna erum falið tætt. Við tölum saman í hliðinu og mér þykir bara mjög vænt þær samræður. Fyrirgefðu, Áslaug. Hægri, halleluja. Já, næst. Ræðulið Verslunarskólans öll bara einhver forréttindablind. Nei, Mari mín, best að sleppa þessu líka. Þeir eru bara fín. En bíddu, það hlýtur að vera eitthvað gott hérna. Já. Hashtag fyrsta vél heim! Nei, bíddu, wow, sorry, þetta var allt of langt gengið en það ekkert í lagi við þetta. Það eru allir bara bad bitches in Reykjavík, sama hvaðan þeir koma, ok? Þið hljótið að heyra hvað þetta er gerillað konsept. Og þessi ræða, hún var líka bara test. Og Áslaug Arna, hún var inn on it the whole time. Ég var bara að sýna ykkur hvernig það raunverulega væri ef ekki einu sinni ræðurnar ykkar væri ritskoðar. Þó það vissulega hljóma eins og enginn hafi farið yfir þær. Come on, krakkar, úrslit morfís, smá standard hérna. Nei, svona ángríns, við erum búin að segja þetta svona 78 sinnum í kvöld og þetta er bara svo einfalt. Ég meina, þessi keppni snýst bara góða ritskoðun. Við semjum ræður og ritskoðum svo það sem þarf að laga. Við skrifum svör og ritskoðum þau áður en þau eru sendar upp í pontu svo þau make einhvern sens og dómararnir ritskoða svo dómblöðin svo vitlaus úrslit sé ekki tilkynnt í fjórða skiptið. Nei, ángríns, ef þið væri málstofnum ykkar til sóma myndið þið henda þessum ræðum ykkar og taka upp úr gólfinu öll þessi svör sem þið eru búin að kasta þangað og bara flytja þau. En þið munið ekki gera það því þá tapið þið keppninni sem sanna pólinn okkar. Í rauninni maður pælir í því þá vinnur það lið sem ritskoðaði meira í vikunni. Enn og aftur fór Versló að blaðra það að megi ekki leiða ritskoðun í lög. Versló helstu tegundir ritskoðunar eru lögfestar og falla undir málfrelsi með takmörkunum. Það má ekki valda beinum eða óbeinum skaða á opinberu umræðu vettvangi með til dæmis ærumæðingum, hatursorðræði, hvatningu til ofbeldis og svo margt fleira. Hættið að flýja umræðuefni eins og eldur og farið að mæla á móti öllum tegundum ritskoðunar. Kæru gestir, takið eftir því hvernig Versló gerir ekkert nema skilgreina orðið ritskoðun. Erum við að djóka? Þetta segir sig bókstaflega sjálft og í öðru lagi eru svona 1000 mismunandi skilgreiningar á hugtakinu. Versló vilja bara eina aftur og heldur að fólk falli fyrir því. Gjörsamlega kjánalegt. Versló er ekki búin að gera neitt annað en að kvarta að fólk ætti að fá að setja það sem það vill á samfélagsmiðla. Hvaðan væri þá inn að þeim? Ofbeldis og fordómakvatningi, hámarkið kúgun myndi blómstra eins og enginn sé morgundagurinn, frelsi einstaklings til að deila skoðunum sínum á ekki að vera á kostnað annarra. Versló sögðu að þau lönd sem hafa hvað mesta ritskoðunina eru kúguðustu löndin. Ætli virkilega að færa alla ábyrgð kúara og einræðisherra yfir á ritskoðun fyrir þeirra illsku og brjálæði. Þetta er orðið ansi langsótt. Versló hélt nú verið gaman að mæta ykkur í úrslitum en þeir eru með svo grunnan pól að það er eiginlega bara leiðilegt að hlusta á okkur. Ísabel leikti ritskoðun við próflestur. Er ekki að kenna í þessum skóleikar. Allar kennslubækur, námsefni og glærukynningar eru ritskoðar til að ganga úr skuggum að námsefni sé rétt og gott. Þið vilja því sé sleppt, en það myndi kannski ekki breyta miklu fyrir ykkur, lol. Ísabel spurði okkur í alvörunni hvernig við ætlum að koma fyrir ritskoðun á Íslandi. Krótið mitt, þú ert búin að hafa viku í að kynna þér umræðefni en samt er ekkert að frétta í þér. Allt á Íslandi er ritskoðað, allt. Hvað skiljið þið ekki? Hvað skiljið þið ekki? Ég þarf ekki að berjast fyrir ritskoðun á Íslandi því hún er nú þegar. Versló ætla bara að mæla á móti ritskoðun í Norður Kóreu og Kína. Ritskoðun er stór partur í því til dæmis að þagga niður í raddir kúara, halda börnin frá óviðandi efni, tækniframförum eða hefðu þið vilja fá fyrstu útgáfuna Pfizer bóluefni í COVID-faraldrinum. Kæru gestir, takið eftir því hvernig Versló er ekki einu sinni búin að færa rök fyrir heim þar sem ekkert, og ég meina ekkert, er ritskoð. Meðan það síðar. Góðir gestir, ritskoðum ræður, ritskoðum svör, dómarar ritskoða sín eigin dómblöð. Anna, Andrés, Ísabella, velkomin í ykkar jarðaför. Keppninni fer nú bráðum að ljúka, svo við byggjum alvöru svör. Klukkan tifar, tíminn mun fjúka, Versló, það er komið að brottför.
María Sól Jósefsdóttir talaði í 3 mínútur og 55 sekúndur. Kæru gestir, það eru 3 ræður eftir og ég ætla að fá að ítreka það að ræðumenn fái fullkomið hljóð. Ég vil næst bjóða upp í pontu meðmælanda andmælanda Önnu Maríu Alavavi Sonde. Þú fær 4 mínútur. Þú hefur 1 mínútu. Sekúndur.
ólíkt kollegum mínum hinum megin þá varði ég vikunni að kynna mér umræðuefnið. Og þar sem ég kann augljóslega ekki að lesa mig til gagns og ef ekki efni á ChatGPT Plus þá ákvað ég að spyrja DeepSeek. DeepSeek kínverska knock-off útgáfan af chattaranum. Ég klæddi mig að sat í inniskóna mína, sett á mig gúkki gleraugu mín og hófst handa. Ég spurði hann út í ritskoðun, hvort hún sé eitthvað sniðug. Hann svaraði mér leið með, já, ritskoðun eitt sniðugasta tól samtímans við að gæta hag borgara og passa upp á að þeir sjáu ekki en ég heyri eitthvað ljótt. Greinlega að MS-liðið búið að spjalla hans við hann líka. Ég ákvað að láta reyna á hann og ég spurði hann hvað gerðist á Tiananmen-torgi þann 4. júní 1989. Ég veit hvað gerðist þar að því ég lærði það í skólanum. Ég bý nefnilega í frjálsu samfélagi. Hann svaraði mér, ekkert, ég vil ekki tala það. Fyrir ykkur sem ekki vita þá gerðist það 4. júní 1989 á Tiananmen-torgi í Beijing að kínverski herinn myrti 3000 háskólanema á einu bretti. Háskólanemar sem söfnuðust saman í friðsamlegum tilgangi til að krefjast umbóta í samfélagi sínu. Enn þann dag í dag hafa kínversk yfirvöld ekki viljað viðurkenna að neitt hafi gerst þennan dag. Sem þýðir að 3000 fjölskyldur lifa með því að vakna á hverjum degi og sakna ástvina sinna og ríkið getur ekki séð sóma sinn í því að viðurkenna þau séu látin. Ekkert, sagði DeepSeek. Ég vil ekki tala það. Við viljum ekki að þú vitir það. María talaði að Morfís væri bara ein stór ritskoðun. Ef ég myndi koma með ræðu hvað ég hata Simma D, þá ekkert að fara að gerast. Áslaug ekki að fara að púla upp að súkku og skjóta mig, því það ekki ritskoðun á Íslandi. María eyddi 4 mínútum í að ruglast á prófarkalestri og ritskoðun. Þau eru sokkin það djúpt að þau halda að það að lesa sé það sama og að ritskoða. Og byrju, gerðum við ekki díl á þann að við myndum vera á móti allri ritskoðun ef þið myndið vera með henni. Samt eru þið ennþá bara með eitthvað útúrsnúninga. Farið að tala fyrir allri ritskoðun eins og samið var Hvernig réttlætið ritskoðunina sem á sér stað í Kína, Rússlandi og Norður-Kóreu? Hvernig réttlætið þið að fólk sé drepið á hverjum einasta degi fyrir það eitt að tjá sig? MS heldur áfram að tala með einhverja ritskoðun á samfélagsmiðlum. Og þó svo að það væri ritskoðun, þá samt til í skiptidíl. Ef það kemur í veg fyrir kúgun, pyntingar og ofbeldi út í heimi, þá má segja nigga á Truth Social. Til í hana díl, eða? Ok, ég ætla að gera eina tilraun í viðbót til þess að reyna að draga MS-inn í umræðuna. Það slitnaði. Þau eru svo ótrúlega ákveðin í að tala bara eitthvað allt annað en raunverulega ritskoðun í þessari keppni og forðast umræðefni eins og heitan eldinn. Nú hafið þið samt eina ræðu í viðbót. Síðasti sjens til þess að mæta okkur í umræðunni. Hættið þessu samfélagsmiðla kjaftaði og segið mér af hverju þið mælið með fjölda aftöku á blaðamönnum sem gerðu ekkert af sér annað en að koma skoðunum fólks á framfæri. MS, þið talið að ritskoðun geti verið af henni góða. Svo svariði nú. Hver ritskoðar og á hvaða forsendum? Hver ákveður hvað góð ritskoðun? Það ritskoðunarráðuneytið? Hver ætti að vera ritskoðunarráðherra? Og myndi þessi ritskoðunarráðherra ekki alltaf vera hliðhöllur spilltum stjórnvöldum? Ég væri til í svör. Ég væri enda líka til í pulsu en aðalega svör. Já, Ásgeir, við köllum ykkur forréttindablind því þið virðist ekki enn átt ykkur á viðbjónum sem fylgir ritskoðun því þið eru svo langt frá þessum veruleika. Þetta raunveruleiki milljón manna sem lifa við ritskoðun. Þið eru forréttindablind og ógeðsleg. MS, sá sem lærir ekki af sögunni dæmdur til að endurtaka hana. Í Kína fæðast kynslóðir sem læra að ekkert hafi gerst á Tiananmen. Við munum, en munu börnin okkar muna. Eða barnabörnin. Og ef við leyfum ykkur að afmá þennan atburð af spjöldum sögunar, ritskoða Tiananmen þar til enginn mann hvað gerðist, erum við dæmd til að endurtaka söguna. Og blóðið verður á ykkar höndum.
Anna María Alavavi Sonde talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. Næst vil ég bjóða velkomin upp í pontu stuðningsmann meðmælanda Vigdísi Elísabetu Bjarnadóttur. Þú hefur 4 mínútur. Þú hefur 1 mínútu.
Fundarstjóri, verslingar átta sig ekki á alvöru málsins. Þeir sjá ekki hvað raunverulega blasir við þegar þeir opna þessa siðblindu Pandorösku sína. Því nei, við erum ekki hingað komin til að deila mikilvægi tjáningafrelsis. Við erum komin til að ræða það sem gerist þegar tjáning án ábyrgðar verður að vopni. Því það sem byrjar sem orð getur endað sem harmleikur. Við höfum séð hvað gerist þegar samfélagsmiðlar óvarðir fyrir ábyrgðarlausi tjáningu verða að vopni í höndum þeirra sem hata. Í janúarmánuði ársins 2018 fór herforingjastjórnin í Mjanmar Rakhine hérað og slátraði kerfisbundi tugum þúsunda Róhingja. Á annan tug þúsunda kvenna var nauðgað og þar að auki var á fjórða tug þúsunda kastað á bál. Því enginn þorði að stoppa flauminn af lygum, hatri og áróðri. Finnst ykkur þetta óþægilegt að heyra? Herforingjaráðið beitti Facebook markvisst til að kynda undir hatur, kynda undir ofbeldi gagnvart heilli þjóð sem var hrakin frá heimilum sínum og myrt í köldu blóði. Þetta var ekki afleiðing ritskoðunar og Mark Zuckerberg, forstjóri tæknirisans, viðurkenndi það sjálfur. Þetta var afleiðing af skorti af henni. Og hann hét bótum sem hann hefur nú lofað að draga úr í nafni tjáningarfrelsis, í nafni verslinga. Ritskoðun hefur aldrei verið jafn mikilvæg og hún er í dag. Ábyrg og skilvirk ritskoðun hefði getað bjargað þúsundum mannslífa í Mjanmar, þúsundum mannslífa á hverju einasta ári allan heim. Þess vegna spyrjum við ekki á að ritskoða. Við spyrjum hvenær og hvernig, því þegar orð ógna öryggi og mannúð þá er ritskoðun ekki kúgun, ekki frelsissvipting, heldur lífsbjörg. Og svo stendur eftir þessi spurning. Ef við gerum ekkert, ef við þegjum, hver erum við þá? Versló, við getum alveg spilað ykkar leik. Þið kallir ritskoðun árás á frelsi einstaklingsins, við köllum hana vörn fyrir frelsi allra þeirra sem minna mega sín. Þið viljið verja réttinn til að ráðast, við verjum réttinn til að vera ómeiddur. Andrés, komdu hingað upp á eftir mér og segðu mér hver á að njóta frelsis í ykkar heimi, sá sem hatar eða sá sem er hataður. Og síðan kom Anna og spurði hver á að ritskoða. Þú lætur eins og ritskoðun sé ekki stundu í þessum töluðu orðum. Það fer eftir hverju tilfelli og hver er hæfastur. Það eru milljónir manna í vinnu við að ritskoða samfélagsmiðla og svo eru ritstjórar á öllum frétta og fjölmiðlum sem ritskoða og svo eru líka til sérhönnuð kerfi sem ritskoða eins og community guidelines. Hver var eiginlega pælingin með þessari spurningu? Versló héldi fram að við værum að ljúga. Versló, ef eitthvað þá eru það þið sem eru að ljúga. Þið sögðu salnum að það væri ekki ritskoðun á Íslandi. Anna sagði að það væri ekki ritskoðun á samfélagsmiðlum. Jú, það er. Hvað heldur að community guidelines séu? En ok, við gerum líka haldið áfram. Ritskoðun er þegar efni er yfirfærið fyrir útgáfu. Allt efni heims. Ég vonaði skiljið þetta núna. Versló sagði við mælum með allri kúgun og ofbeldi. Versló, hvert er ég komin og hvað í fjandanum er það að tala um? Við, annað en þið, mælum á móti ofbeldi og kúgun. Þið viljið að allir minnihlutahópar þurfa að óttast eigið líf einmitt út af kúgun og ofbeldi sem ótakmargt tjáningarfrelsi hefur í för með sér. Versló er búið að byggja alla keppnina á misnotkun á ritskoðun. Misnotkun segir sig sjálft. Ég get bókstaflega misnota vatn og ég og allir hérna inni geta drekkt einhverju með vatni en maður myndi aldrei mæla á móti í vatni. Annars sagði hún byggja á frjálsu landi. Já, nákvæmlega landi þar sem ritskoðun er í gangi. Þú ert í alvörunni að segja að það séu frjáls lönd með ritskoðun. Versló er ekki einu sinni búin að færa rök fyrir það sem ekkert er ritskoðað. Það er bókstaflega ykkar póll, markmið ykkar hér í kvöld, því að þið eina ræðu. Góðir gestir, ritskoðun er ekki þöggun, hún er skjöldur. Hún er það sem stendur á milli barns og öfga, á milli orðs og ofbeldis, á milli okkar og þess að verða samfélagi sem sér en bregst ekki við. Svo nú spyr ég ykkur í síðasta sinn. Þegar næsta fórnarlamb deyr vegna orðana sem enginn þorði að stöðva, verður þögnin ennþá þægileg.
Vigdís Elísabet Bjarnadóttir talaði í 3 mínútur og 56 sekúndur. Þá kynni ég næstan upp í pontu stuðningsmann andmælenda Andrés Kristinn Haraldsson. Þú fær 4 mínútur. Mínúta. Sekúndur.
Fundarstjóri, á torgi í Tíbet liggur munkur aleinn á bæn. Í brjósti hans brennur eldur sem reynt hefur verið að kæfa af þau sem vilja ekki heyra bænir hans. Og bæn hans friður í Tíbet. Því allt til ársins 1949 var Tíbet sjálfstætt ríki. Þjóð með eigin tungumál, menningu og gildi. En þegar kínverski kommunistaflokkurinn komst til valda, hertók hann Tíbet og markmiðið var að eyða allri mögulegri mótspyrnu við Kína. Skyndilega lyftir munkurinn upp kyndli og hann kveikir í sjálfum sér. Athöfn sem munkar hafa endurtekið mörg þúsund sinnum síðan hernámið átti sér stað. Þar sem þeir fórna sínu eigin lífi til að senda skilaboð. Skilaboð að þeir láti ekki þagga niður í sér. Þar sem einu sinni hljómaði bæn munkanna og tónlist fjallana, situr nú þögnin ein. Og svo settu þeir lög sem ekki vernda fólk heldur traðka ofan á því. Lög sem segja, þú ert ekki sá sem þú ert það sem við segjum að þú sért. Þeir ritskoðuðu menningu, trú, tungumál og söguna. Þeir ritskoðuðu tilvist heillar þjóðar sem þeir kenna nú í sögubókum að aldrei hafi verið til. Og í miðju þessara þöggunar stóð einn maður sem neitaði að þagna. Dalai Lama. Barátta hans var ekki háð með vopnum heldur orðum, ekki byssum heldur bænum. Barátta fyrir friði og sjálfstæði. En Dalai Lama var gerður útlægur frá Tíbet. Myndir hans voru rifnar niður, nafn hans þurrkað úr sögubókum, því fyrir Kínverjum var hann gangandi áminning þess að einu sinni var Tíbet frjálst. Og þetta hér málstaður MS-inga hér í kvöld. Þeir ekki verndarar friðar, heldur skrúblíjantar kúarans. Þeir mæla fyrir heimi þar sem valdið skrifar söguna en ekki fólkið. Þau mæra ritskoðun, kalla hana vörn gegn hatri og upplausn, en þau tala í nafni þeirra sem setja eld að bókum, kúlur í byssur og fólk í gasklefa. Í Tíbet kveikja munkar í sjálfum sér, því það betra að brenna í heiðri en að visna í þögn. Hver brenna öskrar orðin sem þeir meiga ekki segja. Við erum hér og við þegjum ekki. Vigga spurði mig hver eigi að njóta frelsis. Allir. Þess vegna mæli ég gegn ritskoðun. Ritskoðun frelsis skerðing. Vigdís sagði að ritskoðun væri það að fara yfir eitthvað fyrir birtingu. Já, en þeir glemdu restinni á skilgreiningunni. Að þessir einræðisherrar og kúarar sem gera það. Og þeir banna ákveðna umræðu sem þeim í hag. Þið virðist ekki ennþá skilja þetta, en mælið samt með þessu. MS hafa tönglast á því allt kvöld að maður mæli ekki á móti einhverju bara því það hægt að misnota það. MS, við mælum ekki á móti ritskoðun af því það eitthvað hlutlaust tól sem hægt að misnota. Við mælum á móti ritskoðun af því hún bara notað í einum tilgangi. Hún var fundin upp til þess að kúa fólk og það virkar bara drullu vel. Spurði bara íbúar Rússlands, æ nei, þeir megi ekki tala það og ykkur finnst það greinilega bara fínt. MS, ég segi þetta einu sinni enn. Hatursorða ólöglega á Íslandi og líka ritskoðun. Þar af leiðandi getur banna á hatursorða ekki verið ritskoðun. Vigga talaði tjáningu án ábyrgðar. Við mælum ekki með henni. Tjáningafrelsi hefur mörk. Þú mátt ekki samkvæmt lögum vera með hatursumræðu því þá ferðu yfir réttindi annarra. Ritskoðun þegar mannréttindi eru brotin, fólk kúað og drepið. Ritskoðun ekki skjöldur heldur hlekkir. Hún verndar ekki samfélag heldur grefur undan þeim. Því orð ekki vandamálið. Þögnin vandamálið. Þeir sem krefjast þagnar óttast sannleikann. Þeir sem krefjast ritskoðunar óttast fólk og þeir sem óttast fólk eiga aldrei skilið að stjórna því. Í Tíbet kveikja munkar í sjálfum sér því þegar orð verða ómöguleg verður loginn síðasta ljóðið.
Fallegt eftir síðustu ræðurnar en við ætlum að leyfa dómurunum að klára að dæma síðustu ræðuna. Andrés Kristinn Haraldsson talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. Kæru gestir, við ætlum að biðja dómarana að fara úr salnum til þess að komast að niðurstöðum. Ræðuhöldum er lokið í dag og við tökum stutt dómarahlé sem stjórn Morfís nýtir mögulega fyrir einhverjar tilkynningar. En ég held að við ættum að ljúka þessu meðan liðin eru bæði hér upp á sviði og gefa þessum öflugu einstaklingum ótrúlega gott klapp.
Jæja, krakkar, úrslit liggja fyrir. Ég ætla að biðja ykkur að taka ykkur sæti. Jæja, eru þið tilbúin í þetta? Kæru MS-ingar og veslingar, þið eru búin að standa ykkur ekkert eðlilega vel í kvöld. Það er búið að vera fáránlega gaman að vera með ykkur og sjá þessi öflugu úrslit þar sem ræðumenn hafa aldeilis, held ég, svona sveiflað skoðunum okkar á umfjöllunarefni dagsins. En að því sögðu þakka ég kærlega fyrir mig og ætla að afsala mér fundastjórn til Odda dómarans Arnórs Björnssonar. Kríli hæ, kríli hó. Arnór Björnsson heiti ég, gaman að sjá ykkur. Ég beilaði á Dungeons & Dragons sessónu mitt til að vera hér í kvöld. Þar sem karakterinn minn, Basti Hastings, Wild Magic Surge Sorcerer, nýbúinn að uppljóstra það að hann í raun systir sín, Veronica Hastings. Þetta innblásið af myndinni She's the Man, besta mynd allra tíma. Þið getið ímyndið ykkur hvað ég var spenntur að fara í Dungeons & Dragons, en rétt, bæng. En samt, þrátt fyrir hvað ég var spenntur, þá er ég rosalega glaður að ég hef séð þessa keppni. Þetta var geggjuð keppni. Áður en ég fer að tala tölurnar, þá langar mig að byrja við að segja við ykkur, bæði liðin, þið voruð öll geðveik. Þetta keppni og þegar maður í þessari keppni þá maður ógeðslega mikið að pæla í henni, en þessi keppni með við hvað þið eru klár og flott verður hvorki upphaf né endir ykkar krakkar. Þið eruð ótrúlega flott og gefið þeim öllum gott klapp. En það getur bara verið einn sigurvegari. Mig langar að byrja á því að segja að refsistig keppnarinnar voru engin. Heildarstigin voru, ef ég skil skriftina mína rétt, 4.914.
Þið eru öll mjög sterkir ræðumenn, mér finnst það að vera mikið þema í gegnum þessa keppni. Kudos á ykkur og þjálfaran ykkar fyrir að gera ykkur svona miklar vélar. Ræðumaður kvöldsins var með 954 stig. Ræðumaðurinn eftir viðkomandi var með 913. Ræðumaður kvöldsins er Andrés Kári. Til hamingju við það. Ég var búinn að segja ykkur að heildarstigin voru 4.914. Munurinn á liðunum voru 94 stig. Dómarar voru ekki sammála. Það voru 3 á móti 2, eins tæpt og það gerist. Dómarareglan tók ekki gildi. Sama lið vann, hvort sem litið á heildar stigafjölda eða fjölda dómara sem dæmdu því liði sigur. Ég var að pæla fyrir þetta. Þá er ég að hugsa svona, hver er lengsta svona ræða sem hefur verið haldin hjá svona 8 dómara? Áslaug sagði mér að þegar hún var að keppa þá voru það 40 mínútur. Ég var eitthvað svona, ég gæti sagt þeim frá öllu Dungeons & Dragons kampærinu mínu. En mér langar frekar að gera þetta eins og maðurinn sagði árið og gera þetta bara quick vers slow one.
að segja. Sko, við eigum fucking.